Jæja, það komið febrúar. Jæja, þú notaði bannað orðið. Febrúar. Nei, jæja. Já, ups. I'm sorry, guys. Febrúar. Ég var það ekki neitt. Ég ætla að hella upp á te. Já, give me some tea. For us, my friend. Já. Hvað segir, hvernig leggst febrúar í þig núna? Þú er búin að vera mjög spennt. Ég er búin að vera mjög spennt. Ég er spennt fyrir hver einustu 9 mánaðamótum. Má segja það. Ángríns. Bara að því að þá styttist í apríl. Og já, ég er svona að verða óléttari og óléttari. Já. Það er svona eiginlega að gerast. Ég er búin að vera mjög heppin að bara finna eiginlega ekki fyrir neinu. Og ég finn ekki ennþá neitt fyrir neinu, en þetta er meira svona, ég sef aðeins verð og eitthvað svona litli hlutir sem ég er svona, well, let's get this over with. Þetta verður bara geggjað þegar þetta er komið. Já, Styttist í það. Það styttist í það. Smá bara nota þetta til að skipuleggja sig og preppa og Maður er að gera það. alveg saman, sko. Maður er að gera alltaf græja fyrir þetta baby. For this little baby. For this baby og svoleiðis. Svo er ég búin að vera að reyna, þú veist, eitthvað að læra inn á þetta. Maður veit náttúrulega ekki jack shit. Þú ert alltaf að horfa okkur YouTube-vídeó. Já. Það var ekki cute. Ég er búin að horfa á mörg YouTube-vídeó og okkur svona eitthvað 24 hours with a newborn, að því ég hef ángriðs ekki hugmynd. Einmitt. Að því að þú veist, ég held maður læra óslega mikið á fyrstu svona klukkutímunum. Já. Að því að þú veist, og ég er bara búin að reyna að horfa á aðra stelpu læra það. Ég geti kannski lært það. En ég veit ekki, en svo auðvitað hægt að lesa hellingabókum og eitthvað, en ég bara er svo lítið þar. Ég líka er einhvern veginn mjög chilluð með þetta. Já. Kannski of chilluð, ég veit það ekki. Nei. En ég hef ekkert verið að eitthvað stressa með á neinu. Þetta er ekkert stress, maður. Nei. Þú færði þetta í hendunar og þá veistu hvað þú að gera. Já, svo hefur maður bara í dúkó. Já. Ekki eitthvað svoleiðis. Maður er búin að æfa sig þegar maður er yngri. Já. Áttu maður ekki babyborn, það er flestir, margir. Já, margir. Held að ég átti. Ég samt manni ekkert eftir að vera að leika með babyborn. Eina sem ég man eftir babyborn var babyborn maturinn. Já, úi, hann var ógeð. Ég var alltaf að búa til sjálf. Varstu ekki að setja svona í vatn Hveiti og vatn Já. eitthvað. Svo festist alltaf inn í henni og miklaði. Úi. Ég veist, ég man alveg, ég átti babyborn. Heitir babyborn? Já, babyborn. En ég man miklu meira eftir tímabilin sem ég var að leika með Barbie. Já. Ég var bara svo fljótt í brats. Ég man mest eftir bratstíðumbilin mínu. Já, ég man líka eftir bratsið mitt. Ég átti svo ógeðslega margar. Hvað komin út í þetta? Veit það ekki. Pældi hvað er geggja að eiga alla bratsstúkuna sína núna. Og hún getur fengið að leika sig með þær. Er brats ennþá þing að svona? Fárlega góð spurningi, ég hef ekki hugmynd. Ég held ekki. Þess kom ekki að þetta Monster High eða eitthvað í staðinn. Já, það var eitthvað rosa Kannski er það lengur búið, ég veit það ekki. Þá þegar systir mín var á þessum aldri. Já, okkur ættum við að vita það. Já, trú. Við höfum tíma til að komast að þessu. Já, við komumst að þessu. Mér finnst við svona krakkar núna í dag vera með svo mikið af öllu. Eða svona mikið svona úrval. Já. Það er ekkert eitthvað allir í Barbie, skilur. Nei. Fattar það mig? Mér finnst allir vera bara með svona sitt svona bara svona, preference, þegar maður er að spyrja svona litt sískin sín og hvað langar í jólagjöf og hvað er svona, hvað er þetta að tala um? Ég hef aldrei heyrt um þetta. Svo bara næsta þessi sískinni er bara með eitthvað allt annað. Nákvæmlega. Galið. Líka bara því að þau eru með miklu meira til að horfa á. Já. Við fengum bara, þú veist, það bara Lion King, litla hafa með hann. Já, bara það sem var í sjónvarpinu einhvern veginn. Já. En þú veist, núna ertu með Netflix, þú ert með Disney Plus, þú ert með þetta allt saman. Bara allt fyrir fram að það er bara ótrúlega aðgengilegt. Og YouTube og einmitt. Maður þurfti alveg að, þú veist, að leggja á sig og horfa á nýja spólu að því að maður þurfti að spóla tilbaka. Já. Í svona korter. Maður er búin að horfa allar myndir alltaf bara hérna, maður loka augun. Maður er bara að spóla tilbaka. Gamla góða Vaffa-S maður. Já, ándjós. Sakna. Ég get ándjós ekki beðið eftir að bara komin þann aldur að finnst Lion King skemmtilegt og þetta, því ég elska þessar myndir. Geggjaðar myndir. Ég elska teiknimyndir. Ég líka. Love it. Love it. En veist hvað ég elska líka? Hvað? Glow seramið. Frá Lega Spa. Same. Það ekki? Jú, er best. Það er æði. Og það er alltaf gott. Og það er alltaf gott hvort það sé heitt eða kalt úti. Já, algjörlega. En sérstaklega gott núna þegar það er ennþá kalt. Já. Og það er bara svo fresh og glowy og eitthvað. Ég er bara svona... Já. Það er svo nice vibes. Ég er svona... Maður reynir að sitja ekki á hverjum degi. Maður svona reynir að skipta eitthvað á milli. En mér langar bara að sitja á mig alla daga, sko. Já, maður reynir bara að gera það svo maður klárir þetta ekki. En nákvæmlega, þú veist, má alveg nota þetta eins og alltaf, sko. Já, algjörlega. En svo er maður líka svona með eitthvað annað, skilur, svo drópana og eitthvað svona.
Ég reyna að koma drópunum fyrir, þú veist, í rakakreminu mínu. Já. Bara svo ég noti það, þú veist, og þannig, og þá get ég svona nota glow og kvöldi til. Já, nákvæmlega. Það er svo næs. Og líka bara, þú veist, þetta er bara vítamín fyrir andlitaður. Og ég meina, við reynum að borða hollan og næringarríka mat og við kannski tökum sumitakin auka vítamín, en okkur eftir ekki að gefa húðinni en vítamín beint í æð. Nákvæmlega. Og þetta er líka sérstaklega gott fyrir þá sem eru með eczem og psoriasis. Sko. Þannig að við mælum með. It's a perfect solution. Og líka þú vaknar, eins og við sagt áður, en maður vaknar bara svona, þú veist, það er ekki tann í þessu en eitt þannig, en það er gulrótar. Já, seed oil. Já. Þannig að maður vaknar alveg með smá svona lit. Það er bara svona, þú veist, ekki eins og zombie. Eins og maður fær bara svona glow. Já. Vibe. Svo næs, sko. Þannig að glow yourself up. Já, ég bara love it. Herru, talandi að það styttist í apríl. Og svo gerist líka í apríl. Hvað? Þá má ég byrja að drekka aftur. Svo sé Er ég spennt? Miss my favorite drinking buddy, sko. Jokes. Nei, ég náttúrulega að grínast, þið vitið það fólk að það er augljóslega ekki það sem ég er spennt fyrir, en það er vissulega gaman að... Þú ert alveg spennt fyrir, mátt alveg spennt fyrir. Fóðu vínglas og eitthvað. Veit ég hvort það hljóma bara eitthvað illa eins og maður sé eitthvað glataður fóreldrar maður sem segja bara Nei, mér finnst það ekki. Nei, líka teboðskestinir eru ekki judgy, sko. Nei. Þeir eru bara good people. Já, þeir eru good people. Ég halda með okkur. Nei, þú veist, akkur máttu ekki vera spennt fyrir einhverju reyðinsglasi eins og allir, skilur. Já, einmitt. Þú veist, þú búið búin að vera edrú í, hvað? 9 mánuði þá. Já, þá, 9 mánuði. Eða vonandi, hún kemur bara eftir 9 mánuði. Eða við vonum, hún gangi full á maðurgangu. Algjörlega. En það er einmitt svona tengist topic í dagsins. En við ætlum að taka áfengi, frægafólksins. Já, ágrís, það eru ógeðslega margir sem eiga þetta í áfengisbrand. Ég var að fara að spyrja þig, af því ég vissi svona, nokkra, en ég ætlaði að spyrja þig því að, þú veist, þegar þú byrjaðir svona að rannsaka fyrir þátt, varst ekki í sjokki? Jú. Þú veist bara, og þessi, það er bara svona það er svona 90% af þeim sem eru annarkvort með sitt eigi brand eða er að fjárfesta í einhverju brandi. Fárlegt. Elska það. Mér langar að panta allt. Ég er bara svo samlæður og ég veit ekki alveg hvernig það er, þú veist, með að panta sér áfengi til Ísland, má það bara? Ég veit það ekki. Ekki heldur. Kannski þarf maður eitthvað sér leyfi eða eitthvað, þannig að við þurftum eiginlega að finna eitthvað sem vill panta þetta inn fyrir okkur eða eitthvað. Ég veit ekki hvort að við mættum bara... Nei, ég nefnilega veit það ekki, því við erum ekki með vínveitingaleyfi. Nei. Ég held að þú eru ekki vínveitingaleyfi. Ekki? Ég held að meira alveg panta þér inn eitthvað. Fyrir enganótkun. Já, kannski þarftu að vera bara með fyrirtæki. Já, kannski. Ok, við erum bara... Við höfum ekki hugmynd. En ég held að... Við höfum bara rannsaka það. Já. Hérna hvernig þú flytur inn áfengi. Nei, ég held að styðsta leiðin fyrir okkur til þess að smakka þetta allt saman. Er bara fara til Bandaríkjanna. True. Það ekki? Já, lettsum bara. Þeim leiður að vera allt svona nice spicy hérna. Já. Þegar ástandur er nice spicy. En það er samt alveg margir svona engaðalar sem að flytja inn vín og reyna að koma þeim í hyllunar, skilur, í átjónferð. Já. En það er eiginlega, ég veit ekki, kannski er þau með eitthvað leyfi eða eitthvað. Ég veit það ekki, kannski ekki. Já, nei, kannski ekki. Kannski borgar bara eitthvað brútal, þú veist, tollaði eða eitthvað. Gæði getur verið. Já, eitthvað. Það er náttúrulega eitthvað svona áfengisskattur eða eitthvað. Heyrðu, hérna er þetta. Ok. Öllum er heimilt, byrju. Ég var að horfa á þetta. Hvað er að ske? Erum við að fara að kenna fólk að flytja inn bara? Nei, þú veist, maður verður að vera með the facts, skilur. Við erum að ræða þetta, en að byrja, þetta er bara hvarf hjá mér. Ég er samt. Innflutningur til enganóta. Áfengisgjald, virðisaukaskattur og önnur lögboðin gjöld eru greidd í toll við innflutning. Great. Já, hverjir með að flytja inn áfengi? Öllum er heimilt að flytja inn áfengi til enganótkunar. Ok. Þá getum við gert þetta. Ok, já, algjörlega. Hanna, ef þið heyrið eitthvað brand og þið eru komið aldur og megið drekka. Já, þessi þáttur 20+. Ándjóks. Við erum að sjálfsög ekki að hvetja til áfengisnótkunar. Nei, sjálfsög ekki. Við erum bara að ræða þetta. Bara ræða. Bara almenn umræða. Og það er líka bara gott fyrir ykkur, eða skemmtilegt fyrir ykkur að vita, kannski er uppáhaldstjarnan ykkar með áfengisbrand og þið vissu ekkert að því, sko. Af því að it will amaze you hverju eru með sitt eigi áfengi og hverju eru ekki. Án gríns. Ándjóks, sjokki, sko. Þannig að já, þá vitum við það. Já. Þannig að við getum... Ég ætla bara að því vorum að ræða þetta, en ef þú ætlar að selja áfengi, þá þarfst að fá áfengis heildsölu leyfi. Já.
og að því að ef þú ætlar að endurselja annars máttu flytja þetta engan okkar bara ef þú ætlar bara að drekka þetta heima þér, bara með vinkonunni og þú ert að fara bara til sýslumanns og fá leyfi og eitthvað þetta áhugavert, ég hef ekki hugmynd með þetta nei, þetta skemmtileg svona vitneskja í bankan 100% gott að vita þetta já bara svona, skemmtilegt. ef það kemur upp í pubquiz já, ef þú ert bara eitthvað í ykkur spjalli ég er bara, já, er þið með áfengis engalífi til endursölu og varst að flytja þetta inn fyrir enganótkun eða hvað varst að gera þetta? Það er endursölu, þetta ertu með leyfi Þú búin að fara til Sýslumanns sko hann er alltaf að læra eitthvað nýtt Þetta er áhugavert yes, herra ok, hérna byrjum bara, en ég ætla samt að segja ég held að í lang flestum tilvikum af öllum þessum áfengisbröndum og þessu celebrities sem eru með þessi áfengis með þetta áfengi að þetta sé bara nafnið þeirra er notað já, örugglega oft í lang flestum en svo er kannski bara einhverju rosalega þú veist miklu áhugamenn skilur og kannski fá einhver svona boð og þá er bara ok, vá, ég er svo til í það algjörlega, það er ekkert átó að sé bara eitthvað hei, mér nota nafnið, en það er alveg mörg tilvík já, ég held að sé oft þannig að þú veist, þau kaupi bara eitthvað svona þessi vodka er í eigu hjá þessum og það selur bara betur og þá er þú bara, ef þú ert þessi stjarna þá færð þú bara eitthvað prósentu af sölunni eða ágóðanum skilur ætla að sé jafn mikið prósent af sölu eins og áfengi er í prósentu þá er gott að vera með the better bara tequila eða eitthvað ándjóks, the stronger the better nefnilega því það er eiginlega sko algengasta sem ég fann var að flesti voru bara rósavín já, mér finnst alveg komið mér óvart hvað ótrúlega margir með rósavín og það er kannski að því að það er bara svona 12% já, það er margir með vodka já, mjög margir með vodka og tequila já, og svo fannst mér líka whisky og svona bourbon líka ok, það var bara allt það er bara allt en mér fannst alveg komið mér óvart hvað var margir með rósavín á meða við þeirra fyrstu mannskja sem ég er með já Post Malone já, Post Malone, sko hefur giska að hann væri með rósavín nei, bara alls ekki nei, ég hef giskað að vodka sko já, eitthvað þannig en ég elska það er mynda hann minna með rósavíni hann er svo bara fancy á því gott á rósavíni, en það reyndar að halda á glasinu vitlaust veistu hvað ég var að læra? hvað? maður á náttúrulega að halda í fótinn en þú þarft ekki að gera rauðvín að halda í fótinn svo að þú heitir ekki drikkin ég veist þetta ekki ég hef heyrt þetta á þér mér er svo þægild að halda í fótinn, ég gera það líka á rauðvín en ég var að heyra bara núna nýlega að maður þurftir ekki að gera það nei, svolítið ekki, mega sens já, mjög sens pælir því já, því heitt náttúrulega heitir upp og rauðvín er náttúrulega yfirleitt drukkin já, heitt volt, já, heitt bara boiling hefur svona smakkað mig boiling, já, en ég svona jólaglögg ég get ekki sko að mér finnst það bara svona alltaf lægi ég fíla ekki sko svona einu svona ári eitthvað já, ég smakkaði þetta en stjúpmamma mín gerði svona fyrir mig þær voru að gera þannig og ég fekk sopa ég var bara þetta er alveg gott skilur en ég meik ekki svona heitan áfengan drykk það fyrir mig frekar fæ ég mig bara heitt kakó eða eitthvað já, ég er eiginlega alveg sammála sko við erum ekkert mikið fyrir eitthvað svona Irish coffee eða eitthvað svona þannig nei. Þú veist, ef það er eitthvað þá er það espresso martini því það er kallt skilur já, that's good já we love the ice en rauðvinsleppur, það er bara svona volt já, ég fíla það alveg en hann er með rósvín, hvað heitir eftir rósvína hans? Mason number 9 það hljómar eins og eitthvað sem ég heirt there's a Mason number 9 kannski hef hann sagt að eitthvað lægið eitthvað það getur verið ég man að tónlistamann hérna sem er með vodka það er engin annar en Pitbull já hann er með Voli 305 vodka kemur ekki óvart nei, það kemur ekki óvart að hann sé með vodka sko já, nei, hann er svona típan til að vera með vodka en þetta stendur hérna að hann hafi verið einn af stofnendum af þessu já hann hafi hérna spurning hversu mikið hann actually kemur nálægt í en vissulega, en svo eru mörg þú veist eins og þannig, þú veist hann er bara með Voli vodka, Pitbull þú veist, nafnið hans er ekkert á þessu þú þarfst til að vita að þetta sé Pitbull já, og mér finnst ekkert allir vera með nafnið sitt á þessu rosa fáir mér finnst það vera alltaf svona íslenskt já, maður alveg séð á Íslandi það er meira kannski íslenskt það var svona, hver áttu með það er alveg nokkur sem eru með, ekki og það var bara að mynda þeim á flöskunni eða nafnið eða eitthvað
Ég man ekki alveg hvað heitir. Rúrik með eitthvað gen. Já, það sem heitir ekki á Nei, það heitir hans. ekki hans, en svo þarna kraftliftinga, já, hann með Hafsteinn. Hvar að okkur við skammast mín. En ok, skilst ekki, þið veit ekki hvað það eitthvað The Mountain, hann með vodka, sem heitir bara Mountain vodka, held ég. Já, eitthvað þannig. Já. Sem náttúrulega bara gegja svona sölutryggs. Já, nákvæmlega. Maður bara, já, þú veist hvað þetta skilur. En já, það margir svona, margir með eitthvað svona. Já, margir. Og annar hérna sem með vodka, Robert De Niro. Með vodka. Ég hefði gískað, þú veist, whisky eða bourbon eða eitthvað. Já, þar hefði ég líka gískað það, sko. En þetta vodka heitir bara VAFDKA 6100. Já. Og það setta sér smá svona citrus vibe. Oh my god. Áhugaverst. Já. Heyrðu, Angelina Jolie og Brad Pitt. Já, þau voru með áfengi saman. Hvað ætlaði að gerast í þeim bransa núna? Það ennþá bara mjög vinsælt, sko. Já. Hann samt meira involved í fyrirtækinu. En þetta Rosé líka. Þetta rósavín? Já, Miraval Rosé, of course. Og þetta bara mjög sterkt vörumerki. Og þegar fyrst þegar þetta kom út, það bara selst það út bara strax, bara 1000 kassar á því. Bara uppselt leið. Það alveg erfitt að komast inn á hana bransa. Já, þetta sko, þetta crowded bransi, sko. Við erum kannski ekki með eitthvað geggja úrval hér, en það samt mikið, sko. Það líka því það enga, þú veist, hvað segir maður ekki, enga væðing, en svona monopoly, mann ekki íslensk orði, á áfengi í Íslandi. Það einhver ekki einokun. Já, einokun. Þú veist, það það bara átífaferð sem í rauninu má selja það svo náttúrulega bara og þannig. Já, svo komi, þú veist, einhver alveg inn á með sitt vín, reyna komi í hillunar. Ímyndaði hvað erfitt, að þau mátt líka ekki auglýsa það svo. Já. Ímyndaði hvað erfitt fyrir fólki. Þetta bara basically word of mouth. 100%. En líka bara, en úti, þú veist, það erstu með allar þessar mismunandi áfengis, búðir og veitingastæði og allt það. Og bara þetta allt annað. Og úrvalið svo ógeðslega mikið. Já, ég held að samkenni sé bara jafn erfið á báða vegu hvernig það reikið, fattar þau? Einmitt. Af því það með endalaust frambóð, endalaust eftirspurt líka og þú þarf svona að velja hvert þú ætlar að fara með þitt vín. Já. Hérna ertu bara að reyna að koma inn og reyna að fá fólk til að og ef þú selst ekki þá ertu bara hent út úr hillunni. Já, það bara plássið þitt farið. Það erfitt, sko. Erfitt líf. Já, erfitt business. Já. 50 Cent. Já, hvað er með? Hann líka með vodka. Ok, king. Hann heitir FN vodka. Imported from Holland. Ok. Stendur náttúrulega ekkert 50 á sig að neitt þannig, en hann bara að fá okkur ágóðasölu. Já, líka imported, þannig að hann ekkert eitthvað hann ekki að brugga þetta, já. Nema þess að hann sé að fara til Holland eða eitthvað. En hvað veit maður? Þú veist, hvernig mér langar að fara í svona versmiði og sjá hvernig ég búið til vodka og þú veist, hvernig væri ferlið ef við værum að búið til vodka þú veist, erum við eitthvað smakka, skilur já, 100% og erum við bara, þetta er betra en þetta, skilur já, sem þetta er ógeðslega margir en þetta er öðvöldra með vín, skilur já, en samt mér finnst vodka leikurinn vera alveg pínu svona að breytast og það sérstaklega með Ciroc vodkan veist ekki hvað er að tala um jú, þú veist alveg hvað er að tala um þessi vodki, Ciroc vodkin og þú getur keypt hann með, þú veist, mangóbragði eða með alls konar brögðum og eitthvað þannig að það, þú veist, og marga aðra vodka líka. Já, það er rosalega mikil munur á bröðunum, skilur. Já. Það er bara að finna að fara í eitthvað svona smakk, svona, veist, hvernig er það? Já, það er miklu skemmtilegra að vera búið til sætir eða rósavín eða eitthvað þannig, skilur, heldur en vodka. Það er erfitt. Það er erfitt, sko. Því, þú veist, það er til miljón vodkar sem kannski bragðast eins. Já, kannski ekki, ég veit það ekki ég veit náttúrulega ekkert um þetta það er til fólk sem er bara vodka fans og það bara myndi aldrei vera sammála okkur algjörlega nei, allt vodka bræðast ekki eins eða þannig, ég veit ekki en talað um Ciroc vodka þetta er svona, þú veist, allir hafa setið þetta eru svona glerflöskur þetta er ekki selt á Íslandi, er það? kannast rosalega við þessu flösku, hef ég bara séð nú til það þú hefur séð hana, sko, en ég veit ekki hvort það er selt á Íslandi jú, þetta er kannski hreini vodkin er kannski seldur í Íslandi en eins og erlendis er þetta að kaupa með alls konar bragðtegundum en þetta er bara svona glerflaska það til dæmis, ef þetta er hreini vodkin þá er kannski blátt í botninum og blár hringur og og ef þetta er mango þá er kannski appelsínull í botninum þannig en P. Diddy, hann
er hérna einn af þeim sem á þetta. Að það? Já, og það komur ógeðslega mikið óvart. Já, ég veist það ekki. Ég held að þetta væri bara... Þetta er alltaf mjög well-known brand. Sko, mjög. Að mín mati. Já. Og þetta var svona, hann var svona stepping into svona luxury, en þú veist, þetta kom alveg út 2007. Þú veist. Algjörlega. Þannig að, hérna... Þetta er alveg, þú veist, allir sem að hafa verið að drekka í gegnum tíðina, þeir þekkja þessa flösku. Þú séð þetta verið ekki af einhverjum ástæðum, en líka því að ég hef oft séð Kylie með þetta. Já, ég er ekki séð það. Já. Hún er alltaf aðalega í tequilanu. Já, en hérna, ég sé hana með Ciroc-vodkan. Herðu, Justin Timberlake. Já. Hann ákvað að koma með sitt eigið tequila og partneraði upp með eitthvað fyrirtæki sem heitir Sauza Liquors. Og hérna skýrði það eftir area-kódinu sem að hann, hometown hans, heitir 901. Og þetta er mjög vel reviewed, þú veist, hérna tequila, og það er hérna markasett þannig að þú þurfur ekki neitt aukalega með því. Já, þú þurfur ekki chaser. Já, chaser heitir þetta, ég hef aldrei heyrt þetta term. Já. En hérna það er svo lime eða salt. Já, eða þú veist eins og vinkun okkar Kylie gerir þetta, Red Bull og eitthvað. Einmitt. En hérna... Já. Ok, þannig að hans brand er vel metið. Og líka þú veist, ég held að sé alveg erfitt að fá góða, eða vera vel metin innan áfengisbransans. Ég held að sé alveg fárlega erfitt, sko. Já, og sérstaklega tequila-bransans, einhvern veginn, finnst mér. Já, maður myndi halda það, sko. Já. Það er svolítið svona, það er svolítið svona erfið bransi, sko. Svo er Bethany Frankel, manstu eftir henni, hún hefur aðeins komið fyrir í Real Housewives of Beverly Hills. Hún er vinkona Kyle. Hún er með brandi Skinny Girl. Já, ég man eftir þessu. Ok. Þetta var eitthvað í þáttunum, Skinny Girl, dótið. Já. Hún er sem sagt bara orðin bara, hérna, bara fárálega mikill svona frumkvöld, Bethany Frankel, og hérna, man ekki alveg hvað hún er aðalega þekkt fyrir. Hún hefur verið komið fyrir sem gestur í Real Housewives of Beverly Hills. Var hún ekki alveg fárálega svo þáttum? Jú, í því sem við sáum. Já. En hún varð aldrei, ég held hún hafi sko verið í Real Housewives of New York. Já, eða einhver öðrum þætti. Þeir fóru eitthvað í Hamptons eða eitthvað og þar var hún og hún hagaði sér svo fáið. Já, hún var gett leiðilega við Eriku. Já, þannig. Út af tónlistamyndina. Já, hún var ný, Erika var ný á þessum tíma. Já, alveg rétt. En hérna, þessi Bethany Frankel, hún er einn til dæmis af þeim sem er stundum boðin í að vera hákall í Shark Tank og fjárfesta. Og hún er bara orðin algjör frumkvöld út af merkinu sínu Skinny Girl, og það byrjaði út frá í rauninni áfengi að því að hún fann bara ekki á markaðnum áfengi sem var með lága kaloríuprosentu, sem er alveg vissulega rétt. Það er fárlegt. Það er fárlegt. Ef það er hægt að búa til lokal áfengistrykki, do it. Why are you not doing it? Já, þú verður bara með úrvalið. Já. Hafðu með og á eða þú veist eitthvað þannig. Nákvæmlega. En þannig að hún byrjaði á því að búa til margarita, svona mix, og hérna, og sem var bara miklu minna heldur en samkeppnisaðalinn í kaloríufjölda og þannig, miklu hollara þannig sé, og síðan þá hefur þetta merki sko bara brandað ógeðslega langt, núna til Skinny Girl Pop og eitthvað svona. Já, oh my god. Heitir Skinny Girl sem ég er það? Það er sko til bara fáránlega mikið Skinny Girl dótiri, og hérna hennar áfengi er fáránlega vinsælt í Bandaríkjunum meðal húsmæðra, eða þú veist meðal, þú veist, því ég segi húsmæðra, þetta er svona Real Housewives og þannig. En hérna orðið fáránlega vinsælt. Já, algjörlega. Mér finnst þetta, og þú veist, þarna er ég svona, ég veit að hún er á bak við þetta, og mér finnst þetta ógeðslega sniðugt, af því að þarna ertu actually komið eitthvað inn á markaðinn sem er nýtt og er augljóslega þörf á, og hún bara eitthvað svona, þú veist, þetta er ógeðslega sæt kona, þú veist, hún er í góðu formi og þannig, og hérna, og hún sér, þegar hún er eitthvað svona, já, ég fann þetta ekki á markaðinn, en mér fannst bara, þú veist, maður tengi bara meira við söguna, þú veist, ok, Timberlake með hvað, tequila, af hverju? Það er ekki baksaga. Já, en ég fíla þetta. Hún vantaði tequila, já, kannski var það vildi eitthvað með no chaser, skilur. Já, 100%, það getur vel verið. En ég segi, þú veist, þessi saga með eitthvað sem ekki, einhvern veginn, þegar þú kemur með eitthvað nýja svona vöru, algjörlega. Já, hann Bethany Frankel með Skinny Girl Margarita, og ég var alltaf að sjá þetta í áfengisbúðinni hérna hjá mér, út í Bandaríkjunum. Það var alltaf fyrst fullt af svona Skinny Girls vörum, og ég var alltaf, nice. En ég reyndar að smakka það aldrei. Já. Ég þyrfti að smakka það. Ég verði til að smakka þetta. Ég líka. Þurfum að setja það á listan okkar.
Já, og líka bara pröfa, þú veist, að kaupa þá margarita mix sem ekki svona lokal og margarita og þetta og tjekka, þú veist, einhver gæða munur. Margarita, það er með tequila. Þannig, það mjög vinsælt á meðal Real Housewives. Já, fárlega vinsælt. Það er sem að segja, það er svona varð brandaðina bara, þú veist, þetta svona upper class, svona ríkar konur í Bandaríkjunum sem drekka mikið af margarita, þú veist, það er bara einhvern veginn þeirra markhópur og það er hún bara svona, þær eru líka reyna að halda sér grönnum eða þær eru, þú veist, reyna að halda sér í einhvern kaloríufjölda á dag. Og það drekka mikið, allavega eins og við höfum séð. Í þáttunum, Já, í þáttunum. En talaðu svona andstæðan þetta. Drew Barrymore. Já. Hún með Barrymore og Vines. Það svona akkurat þess að við vorum að tala skilur, eitthvað sem bara með nafni sitt. Já, nákvæmlega. Og hún gerði þetta því að henni finnst svo mikið svona tabú að vilja drekka vín sem eru bara auðveld. Já. Þannig að henni finnst gaman að drekka þannig og gott að drekka þannig vín, þannig að hún ákvað að gera sitt eigið vín sem er bara Pinot Noir og Rosé og Pinot Grigio. Bara svona byrjanda vín einhvern veginn. Geggjað. Af því það einmitt alls ekki allir sem að munu öðlast svona bragðskinnið fyrir öllu vínum. Ég er ekki hvítvínu vegninum, sko. Nei, en sumum finnst bara, þú veist, eins og þegar maður var kannski að byrja að drekka og maður var að smakka sáfram í víni, þá var maður kannski að drekka vín sem að einhverju vínsérfræðingar myndi segja við maður bara, vá, þetta er bara vassblandað. Einmitt, já. Eitthvað svona. Já, ég er svo ekki snobbuð að kemur að einhverju svona víni, sko. Guð, ekki heldur. En ég segi að það er svo geggjað einhver celebrity, einhver stjarna, ég er bara svona, hei, mér finnst líka. Já, ég er fullorðin kona, skilur, já. Og ég samt vill eitthvað mjög einfalt að drekka og eitthvað sem ég þarf ekki að vera bara eitthvað svona Einmitt, sammála, stundum fílar maður eitthvað annað, skilur. Algjörlega. Það er skemmtilegt, sko. David Beckham. Hann með vodka? Hann með whisky. Scotch whisky. Ok. Þannig að ég veit ekki. Hann er bara með það, hey clubman. Ok. En þetta er einmitt eitthvað svona örgla sem hann bara svona tengdi sig við og keypti eitthvað prósenti í og vonar það besta, sko, því að hann er náttúrulega ekkit mikið að auglýsa það að drekka. Hann er náttúrulega íþróttamæður. Þannig að svolítið svona spurningverki þar, en já. Heyrðu, Danny DeVito. Hann er með Danny DeVito's Premium Limoncello. Oh my god, og loksins eitthvað annað. Já, ég var að vera það áhugavert. Limoncello. Fílar limoncello. Það er mjög svona Italian, finnst mér. Ég fíla eins og við gerum kokteil í sumar. Já. Með limoncello. Já, það er þetta ógeðslega gott. Já. Það er svona margir sem drekka bara í staup, sko. Já, svona eitthvað eftir mat. Þetta er eitthvað, held ég hafi verið gert fyrir það í Ítalíu. Þetta var einu svona eftirréttur. Ángríns. Já, þetta er eitthvað niður þannig. Já. Ég tengi ekki alveg staupin, sko, kannski er það einhvern tímann þegar maður er eldri eða eitthvað, ég veit það ekki. Sammála. Mér finnst það svona að vera svona upper class og svona staupin, skilur, eitthvað svona að sippa á honum. Meðan við erum alltaf svona get over with, skilur. Maður áður náttúrulega ekki að taka limoncello eða þannig. Nei. Bara tjögga það, skilur. Alls ekki. Adam Levine, söngurinn úr Maroon 5. Já. Hann er með tequila. Ok. Bara, og það heitir Santo Puro Mezquila. Og svona, þú veist, það stendur þessi 100% frá Mexíkó og eitthvað. Ok. Það er gott. En þetta er svona tequila mezcal hybrid, af því að þú veist, þú þarft að vera með eitthvað x til að vera skráður sem tequila. Já. Og svo er eitthvað annað sem heitir mezcal. Þú veist, eitthvað önnur típa af, þú veist, ég veit ekki. Svipa á kampaðin kannski. Eitthvað þannig, og þetta er svona hybrid af þeim tveim. Ok, þannig að þetta er ekki svona pjúra. Þetta er ekki pjúra. Fær ekki nafnið tequila. Þetta er ekki Don Julio, sko. Nei, ég mitt. Fucking king shit, sko. Það, sko. Svo er Jay-Z. Er Jay-Z með? Já. Ef ykkur, hvað á Jay-Z ekki? Já, hún gríns. Þú veist, hann á bara eitthvað körfuboltalið og svo á hann bara eitthvað, þú veist, þetta er sko, þetta er í eigu Bacardi. Okay. En þetta er svona hans vara þar innan, þannig að þetta er einmitt eitthvað svona, hann er ekki að brugga þetta. Nei. Hann er að tengja sjálf sig við þetta. En þú veist, hann er náttúrulega bara að nota versmiðina. Já, til þess að búið til sitt eigið. Nákvæmlega. Mér finnst ekki það því. En þetta er svona, þetta er konjak. Ok.
Ég veit ekki alveg hvað konjak to be honest. Ég verð eiginlega bara að vera ógeðslega samlæður, sko. Þetta er svona brandi, brandi og konjak ekki það sama. Ég held það. Það getur verið. Þess að bourbon og whisky það sama eiginlega. Já, þetta er svona í þeim geira. Þessi... Þó við vitum ekkert hvað við erum að tala sko. Nei. Við erum ekki að reyna að móðga neitt sem mikill brandi-fan. Við erum bara að tala hvað stjórnar að gera í áfengisvalkostum. En já, hefur eitthvað að smakka konjak eða þannig? Nei, ég held ekki, sko. Ég hef einu sinni þurft að smakka og ég alveg nokkuð sem að það hefur verið konjak. Já, konjak. Ég datt hún í á. Já, slarta. Hvað? Já. Ok, það er meira to the story en við vorum að veiða og pabbi tók með hestbak og það var svona lítill foss og við vorum að fara yfir ána og til þess að veiða hinum megin við ána einhvern veginn og vanlega er ekki mikill straumur hana og ég er á hestbaki og hann bara kollvarpast pabbi og ég bara blúp, onni og bara niður ána svo næ ég svona að grípa upp og svona og þá lítur svo tilbaka sé að pabbi standa upp og Ívar litli bróðir minn að hlaupa niður eftir áni og bara Birta Vá, en scary Já, sko, þetta hefði getað að fara illa bara... Þú skilur ekki hvað vatnið var kalt sko. Jú, ég held ég skil skila Þetta var bara silfra ekki blöðbúning skilur þetta var bara ekki það kalt, það er kalt það var landsins en þú fattar hvað ég meina mér líður eins og það hefði verið þannig var þetta? Við fórum hvort að maður fær ekki ágúst-september alltaf að veiða já, eitthvað þannig og bara lagsa veiði sko og datt hún í og svo næ ég að grípa í stein og næ ég að halda mér þangað til pabbi þú veist, búin að koma ná og næra að draga mig upp og þá var það fyrsta sem hann rétti mér hann með konjaks en það heldur hita og það er því ég þurfti að labba tilbaka í sumarbústaðinn og skipti föt náttúrulega rennandi blautt og ísköld að hann var bara tætt sopa og ég var örugglega svona 15 ára skilur og ég nei, hann bara, taktu sopa og leið, þetta var náttúrulega ógeðslegt að bræði og maður ekki byrja að drekka eða neitt þannig, þetta var ekki gert Þetta er ekki, þú ert ekki að fara að finna á þér skilur Nei, tilgangur var alls ekki fyrir það en það kom bara hiti líka mann Vá, næs, ég hefði þurft þetta þegar ég datt út í Anna í, hvað heitir þetta, river rafting Já, þegar við fórum Nei, þú fórst með stelpunum Nei, það var ræðilega sem ég lendi sko. Ég tengi við því núna af því að þetta ofan í á með straum er það mest scary shit sem ég hef lendi af því að þú veist, já, það er það ef þú dettur, er það allt annað að hoppa það er allt annað að hoppa, þú veist, þá er það ákveð að gera það Við fórum annars stelpunar í river rafting og við vorum nýkomnar út á og þú veist, leið og ferðana þá bara geðið mikið straumur og öldur og ég var bara fuck svo bara byrjaði bara bátur, hann fór bara í svona 90 gráður og ég úti, bara aftur á bak hræðilegt og þú veist, áinni svona geða svona, þú sér ekki niður skilur Nei, nákvæmlega Ég var bara svona kvíða að hugsa um þetta og ég er það núna, ég er bara, ok, þetta er bara búið því ég er að fara að vera í næli við þið eru bara löglega löngu komin eitthvert svo snýði mig við og krilla líka onni og ég var bara, yes, ég er ekki eina sem datt onni ég er ekki fyrir eina degi hérna Já, því vorum 7 skilur og geðleild það var fyrsta manneskjan sem dettur úti ég var svo glöð að sjá hana og svo björguður okkur bara með því að vippa okkur upp á þessu okkur lax bara í vestinu og ég var bara, alla ferðina var ég bara hitraði þannig hefur fyrst sopa af konjaki engan húmor og þú veist, allir voru bara eitthvað að róa í róldunum ég var bara, áfram búið þú veist að ég var krákna sko. Ég hefði fyrst konjak þannig sko. Já, 100% Næstu fyrir yfirrætting þá allir verið með konjak pela með mér sko. Augljóslega, það var bara ég er nokkuð sem það hefði verið konjak frekar en það var viski Já, bara eitthvað þannig Þú veist, eitthvað þannig en þetta allan hitaði mann mikið upp sko. Nei, alveg þetta sko, ég alveg máttu bara Herri, svo er náttúrulega Drake okkar Já Hann er náttúrulega líka auðvitað Það kom ekkert óvart Nei Hann með viski, kemur heldur ekki óvart Hann náttúrulega talar alveg mikið það líka Virginia Black American Whiskey Er hann ekki með kampæn líka? Eða er hann bara alltaf Jú, það getur verið hann sé líka með kampæn Ég man það ekki alveg Ég held að geta alveg verið hann sé líka með kampæn Jú Drake releases 2 very expensive champagnes. Hann er líka með kampæn, vá. Hann er með viski og kampæn. Vá, þetta er eitthvað ekstrím, sko. Fallegt kampæn. Já. Það er líka, þú veist, það er erfið bransi, sko. Nei, paldi ég að kampæn. Þú veist, það er eitt að eiga prosecco og freyðvín og allt þetta. Já, en þú veist, kampæn, þetta er svo exclusive, skilur, til að fá nafni kampæn. Já, það er alveg einmitt. You have to go miles. I love it. Matthew McConaughey. Já, Matthew McConaughey.
Hann með bourbon. Það kemur ekkert óvart. Nei. Það svona hans stíll. American. Small batch aimed an American bar. And yes, he is from Texas. Ég veit það ekki. En já, hann með bourbon. Já. Það talið vera mjög gott. Já. Hann vel gert þú. Michael Jordan, hann með tequila. Sincoro tequila. Ég elska það. Já, það smooth og rich, complex flavor. I love. Ég var til að smakka tequila hans Michael Jordan. Ég líka sko. Vá, það fucking... Man myndi bara setja, fara í Jordan-skóna sína, setjast niður ykkur staðar og bara, I'll take it on the rocks. Já. Look my shoes, bara í full on Jordan outfit. Já. Þú ert líka ekki að fara að blanda þetta við ykkur að djúsa, sko. Þú bara tekur þetta on the rocks. Já. Like a man. Gríns. Ég var til að væri bara svo Jordan bara. Já. Bara Nike, skilur við. Bara Nike með anstæð með þessu Nike stendur fyrir. Ryan Reynolds, hann líka með hann með gen. Ok. Hann með aviation gen. Það ekki margir með gen sem ég hef séð. Nei, og það talið bara fáránlega gott. Og hann mikið andlit, ég hef séð hann alveg bara leiki auglýsingum fyrir það og hann mikið, sko, bara að peppa genið sitt. Ok, love. En hann keypti vörumerkið. Já, ok. Hann var ekki sem byrjaði með hann keypti og eftir að hann keypti þá svolítið svona tók hann upp á annar level og bara í vörumerkið vitund og að fólk vissi hvað þetta var og þannig. En þetta víst bara fárlega gott gen. Shit maður, við þurfum að flytja til Bandaríkjunum mörg ár til þess að smakka þetta allt, sko. Ég veit það. Þetta ekki einn ferð, sko. Þetta nokkrar. Snoop Dogg líka með, mér sýnst það frá rauðvín. Own Cali Red Blend. California wine. California vín mjög góð. Þau mjög góð. Það nefnilega, þú veist, þú pottet smakka eitthvað, ég veit það ekki, kannski ekki. En þú veist, það gerð svona blind test, að ég náttúrulega, ég allir bara Frakkland. Já, já. Og svo gerð svona blind test, ég las einhvern í skólanum. Ítalía og allt það. Já, væntanlega. Og það var California vín og það var franskt vín, minnum mig. Og þau voru allir bara vín sérfræðingar og bara smakka þetta á þess að vita. Þú voru allir að prefera þetta California vín. Já, allir að velja það fram með hitt. Og þeir held að það væri franskt. Þeir getur átt ekki í hug að það væri California. Nei. Þannig að ég verði að smakka það, sko. Ég líka. Vín sérfræðingar að segja að það sé bara á sama skala og The France. The France. Já, ég held ekki að þetta fari í eitthvað vinsmökkun, sko. Ég held að sé það er minn draumur. Minn líka. Það er minn draumur, sko. Það er minn líka, sko. Bara í vínegrana í Ítalíu eða taka bara svona, já, eða Frakklandi eða taka bara svona Real Housewives moment, skilur við. Ég væri Kyle. Já, andjóks, me too, sko. Og bara maður alltaf að spýta úr og maður bara drekka. Ég væri andjóks. You're supposed to spit. Nei. Hún, Kate Hudson. Já. Hún með vodka. Hún með vodka, já. King Saint vodka. Mjög svona fancy og cute umbúðir. Já, þetta er svolítið svona sætt. Já. Cameron Diaz líka með, en hún með svona... Hún vín, ekki? Já, svona organic. Já, og það vegan líka, vegan friendly og eitthvað. Það svona, mjög vegan vínileg, mjög, nei, nefnilega ekki. Ekki? Allavega ekki sem að taka fram. Ok. Ég veit ekki hvað það er. Kannski eru belgjurnar að stíga á vínberinn eða eitthvað, ég veit ekki. Það getur verið. Ég hef ekki hugmynd, sko. Nei. Hvernig vín getur ekki verið vegan. Það er örugglega einhver pæling á baku það. En ég myndi gíska að þetta er yfirleitt bara vínber, sko. Einmitt, að maður heldur. Já. Já, það er eitthvað. Eitthvað til að síla flöskurnar. Já, ok. Með korkana eru milk-based og eitthvað. Ok. Þannig að það er svona rosalega mörg sem eru vegan friendly. Gott. Það gott. Og þess að fyndi sumir horfa á þetta vegan friendly og eru bara, oi, þó þetta sé vín. Já, bara hvað það? Einmitt. Þú veist, halló? Einmitt, ég var með vegan vín einhvern tímann daginn, bara því að einhverjum mér var bara að mæla með þessu víni. Já. Ég vissi ekki að vera vegan, sko. Skipti engum máli. Og það var bara, hvað er þetta vegan vín? Ég var bara, þetta er alltaf búið til fucking... Þetta ætti að vera vegan, skilu. Akkur þarf að nota ykkur dýraafurðir í flöskuna, umbúðina. Mjólk í vínið? Já, ég skil ekki alveg. Skilur, hvað er vandamálið? Akkur er það verra? Já, nokkla. Skil ekki alveg. Dwayne The Rock Johnson. Of course, ok, betur, hann hlýtur að vera með eitthvað hardcore, tequila eða whisky eða eitthvað. Tequila, já. Ég samt, þú veist, það kemur samt svo mikið óvart að því hann er svo mikil
kappi. Já, en það svona eins og Michael Jordan líka, skilur. Já, þú veist, auðvitað. Maður svona myndi halda að það mætti ekki, skilur, út af einhverjum samningum. Einmitt. En þú veist, þeir eru kannski komin að eldri aldurs. Já, kannski. Þú veist, það eru ekki lengur inn á vellinum. Já, einmitt. Þá kannski skiptir ekki máli. True. Martha Stewart er náttúrulega með vín líka. Já, hún er með vín. Það eru svo ógeðslega margar stjörnur. Heyrðu, við erum líka að taka Lisa Vanderpump, sko. Nei, sko, Lisa Vanderpump er náttúrulega með. Fyrir okkar Real Housewives fans sem við erum ennþá að reyna svona átt okkur á hvað eru margir sem hlusta. Já, við þurfum átt okkur betra á því, sko. Já, af því að það er engar ágjör. Þið sem að elskir Real Housewives Beverly Hills, það er að koma þáttur og við ætlum að fá sérstakann gest. Þess vegna er hann ekki komin. En já, við erum mjög spenntar og mér langar svona að vita hvað eru margir sem að horfa á þetta. Horfa á Real Housewives Beverly Hills, já. Af því að ég elska þetta svo mikið. Ég er svo sammálaður og ég bara þakka Guði. Þakka Netflix fyrir að setja inn fyrstu 2 seríur. Já. Og til þess að kynna mann fyrir þessu. Ég bara þakka þér og Ástrásu fyrir að kynna mér fyrir þessu, sko. Bara besta sem kom fyrir 2020 var að horfa á þetta. Jokes. Ég datt bara inn í þetta af því fyrstu 2 seríurnar koma á Netflix eins og þau sett inn fyrstu 2 seríurnar Keeping Up og eitthvað. Og ég datt bara inn í þetta og það bara, you got me. Fyrst þáttur, ég bara, I'm hooked. Ángríns og það er ekki oft Sunniva, sem að no, you go now. Já, það er nefnilega ekki oft sem að ég festist svona strax í reality TV, sko. Nei. En þetta náði mér alveg strax og ég var bara hvað ég lagt til að fara heim og horfa á Real Housewives. Ég var bara svona einu sem ég hugsaði um á daginn. Ég gerði eitt annað, sko. Þetta er svona eins og þegar Love Island er í gangi. Já, þetta er svona þannig. Já, maður er bara hlakka til að fara heim og því sem ég þetta inni hjálpi mér við hvað ég er öfund ykkur. Að þetta er svo mikið. Þetta er svo mikið, þetta er svo skemmtilegt, þetta er alltaf spennandi. Magnað hvað við náðum að klára þetta rætt. Það er fárlegt. Já. Ég er bara býð fyrir nýja serían byrji. Já, halló, sko. En svo er alltaf heartbreaking þegar einhver hættir og nýr kemur inn og eitthvað. Það tekur tíma að vennast í. En samt oft þegar einhver hættir, þá maður bara svona, ok, fine, ég á komin nóg að þér. Þetta er yfirleitt, skilur. Já, en ekki þegar Lisa Vanderpump fór. Nei, það var erfitt. En hún var svona orðin svo fucking erfið, sko. Já, hún var nervið, sko. Ég sá smá spoiler, Já, hún var nervið, sko, en smá, bara fyrir þá sem að tengja, ég verður bara að segja þetta, ég sá TikTok, það er eitthvað gæi sem að hitti, Ken, manninar Lísu, úti. Já. Og var eitthvað, oh my god, Ken, I love you and Lisa, ég er svo mikil fan, maður taka mynda og eitthvað saman. Hann já, ekkert mál. Svo setur hann myndalina og er að brosa með Ken í myndalini og segir síðan eitthvað, Team Kyle, og Ken brjálast, sko. Skilja, þú veist. Mér finnst ógeðslega dónalegt þegar þú gerir eitthvað svona, þú veist að labba upp mannski og ert að basically að gera þetta til að gera grína þenni, skilur. Já. Mér finnst það dónalegt. Já, það er dónalegt. En þú sást líka, sko, Kris Jenner, margar stjörnur og til dæmis þar með tali Kris Jenner voru að gera grína Ken þegar hann var að gera Arma House eða hvað var það sem hann sagði eftir gett svona, hann sagði eitthvað gett fræga línu við Kyle. Já, ég man ekki alveg. Kyle stop eða eitthvað svona, ég man ekki hvað var, en þú veist, þetta er myndband á Kris Jenner að gera grína þessu. Drunk, sko. Mannska sem vantar áfengisbrand, það er Kris Jenner. Já. Er það grínast? Hún sko elskar áfengi, hún talar skott það, hún elskar áfengi. Já. Hún geti selt. Hún er eiginlega nóg að gera, konan. Já, en ég bara segja fyrst, ef hún átt að meira að gera. Do you need some more? Já. Hún geti vel selt áfengi, sko. Já. Goodbye, Kyle. Goodbye, Kyle, já, það var það. Ég myndi vel kaupa Kris Jenner áfengið. Já. Ég vil bara að Kylie kom með tequila, sko. Ok, já. Að við erum búin að referensa nokkur sem ég þetta núna. Það er þess að tequila frá Don Julio 1972 í brúnni svona ég var næst búin að kaupa nýsum, sko. Já, ég hef smakkað þetta. Að það? Já, út í Bandaríkjunum. Hvernig er þetta? Sess að það kostar 25 skallin heima. Ein flaska. Er það til hérna heima? Já. Já, ok, nice. Ég ætlaði að kaupa þetta. Ég og Bensi vorum bara, eigu. Já. Bara, við erum að hafa tilefni. Þegar ég var 25 ára. Já. Ok, það er skemmtilega en þegar ég verða. Að því þú, já, það er ekki hægt. Ég var ennþá ólétt. Þú bara, ég bara ein. Já, við erum bara að recreata vídeoð hennar Kylie, sko. Chloe og Kylie. Já. En þetta er 1942. 1942. Já. Þetta er svo satt bara tequila flaska, hún er mjög, ef þið sjáum myndani og vitið strax hvað, svona alltaf með sömu tequila flöskuna og þetta er bara fárlega hreint og gott tequila. Já.
og þegar ég var í Bandaríkjunum þá var þetta eitt af markmiðunum mín var bara ég ætla að fá þessu flösku hún kostar ekkert meira hér heldur en þar Nei, örugglega ekki, það er kannski eitthvað aðeins eða, ekki? Nei, ég held að hún hafi verið í kringum $250 $200 úti, sko Hún kostar, 25 hér Já, þú veist, það er bara svipa verð og úti, sko En hérna ég fór sérst á svona bar í Boston, svona rooftop bar Sorry, hún kostar $160 úti að fyrir alltaf því hvar að kaupa hana Já. En þú veist, í þeim áfengisbúlum sem voru nálægt mér þú veist, það sem þú gast keypt kannski voru það dýrar og kannski fyrir eftir steiti líka fyrir eitthvað dýrt að vesla í Boston True Boston, já, vá, ég var svona sagði rétt en Það er alveg rétt, sko En hérna, já, þá kosti hann $200 í búðinni sem var nálægt mér allan heimilu mínu Já, það er náttúrulega bara $40 álagning, skilur það er ekkert mýl munur En hérna já, við fórum á rooftopar og ég sé flöskuna og ég er svona, oh my god og ég er með þarna vinkonum minni og hún er svona fan líka af stelpunum, af þú veist Kylie og þeim og ég er bara, shit, verðum við ekki að testa þetta og við segjum hérna, herðu, við ætlum að fá eitt skot af þessu og þau eru bara, þetta er ekki selt sem skot eða þú veist, þetta er selt sem skot, skilur þú veist, við gátum alveg keypt flöskuna og það er örugglega verið mjög dýrt en hérna, en þú veist, þú segir ekki shot Nei bara ég ætla bara að fá drikka af þessu já. Og hérna Óttar að sippa þetta sennilega. Þú mátt ekki skjóta þetta þú mátt ekki taka þetta sem skot Nei. Þannig að hún setti þetta bara í svona eins og svona konjaksglas eitthvað svona breiðara glas og hérna, hún var bara, þið þurfu bara að drekka þetta hægt maður langar ekki að gera það, sko Nei. Veist, En var það í kæli eða? Nei. Að því mér finnst það best langbest ef það er í fristi þá er það miklu auðveldara Já, en nei, þetta var ekkert svolítið það var bara hillu annars, sko Fuck. og hérna og $50 skoti Wow. Já, Ég vil tóttalega gera það líka Já, bara svona til að smakka þetta Já. og vissulega, þú veist, þetta bara eins og tequila en vissulega hreinna og allt það En það er samt ekki til þess að þannig tequila sem maður fær á klubnum, skilur Nei, þetta er ekki, þú veist, það er allt annað það tequila er bara bragðið af þessu og með við öll önnur sem kosta aðeins meira það er bara, þetta er ekki sama áfengið Þetta er miklu hreinna Já. og auðvitað bara, ég er engin unnandi að einhverju svona sterku skilur þannig að auðvitað kann ég ekki að meta þetta eins og eitthvað sem kann á áfengi kann það en hérna, það bara ég vil það smakka sem Kylie er að Kylie er að, þú veist, sjátt þetta niður með Red Bull, sko Já, hún er bara, þú veist, hversu lítið ert að gera úr hún er bara ashamed to her name, sko bara þú veist, ekki svo lítið úr flöskunni með því að vera bara með, þú veist, orkudrykk til hliðar hann er drull, sko Já. En þetta er eitthvað sem við verðum að smaka True En ef þú ættir að gera þitt eigið alkohól svona collab eða branda eitthvað, hvað myndir þú búa til? Hvað myndir þú vilja búa til að þínu nafni? Örugglega svona sædera, sko Já. Og því að það er svona, þú veist go to drykkur minn þannig já, örugglega eitthvað sædera Ég hugsa að það sé auðveldast að því að, þú veist, ég fyrst sem ég þetta er bara Prosecco eða Campari eða eitthvað ég held að það sé erfiðu bransi Já. Þannig að líka, mér finnst ég bara ekki vita nóg til þess að geta gert það gott. Nei, og væri bara skrítið ef við myndum gefa út. Já. En að ég held ég myndi vilja gera eitthvað svona skinny koktela, skilur. Já, nákvæmlega. Lokal koktela. Svona ready made koktela, já. Í samla. Eins og Mango Tango frá Elgos og það. Það er svona good vibes. Good vibes það er svo nice. Það er svo fáir sem vita að þetta er til. Já. Fáir vita að þetta er sigurlaust. Mér finnst þetta er svo I love it, sko. Sammála þér. We love it. Herra, þetta var góðu þáttur hérna. Ef þú ert ekki 20 plus, ég vona að þú ert ekki hlusta. Já, þú veist, við erum ekki að embracea áfengis neyslu, alls ekki. Við erum bara að ræða það. Við erum bara að tala um þetta, við erum bara að segja ykkur frá þessu. Já. Og segja ykkur hvað stjörnur er að gera, því að þú veist við tókum fyrir hvað make-up-brönd ættu og ættu ekki að taka upp fyrir fleiri brönd sem þeir eiga. Nei. Þetta er bara stay safe, ekki byrja að drekka snemma. Nei. Og ef þið vilja ekki byrja að drekka don't fucking bara do it. Bara vel gert. Já. Það er fáránlega vel gert. Og það er leiðilegt að þurfa að byrja út af einhverju pressu eða eitthvað sem kæfta Nei, ég vil ekki sjá það neitt. Bíða nú gamlar, sko. Eða gömul. Það er bara svo kannski fílaði ekki, þá fílaði ekki. Þetta er mega simpúl. Það kemur fullt af henni fólki. Já, og það er alveg jafn skemmtilegt.
Já, bara skemmtilega að ykkur. Já, nákvæmlega. Og það vakna bara hressast næsta dag og maður bara... Já, ég veit. Abó, sko. Stay safe, guys. Stay safe. Sunny, we'll see you... I'll see you next time. Yes. See you next time, Berta. Bye, Sunny. Bye.